Velkomin í þáttinn Frelsið yndislegt, ég Guðmundur Ingi. Við erum að ræða fangelsmál, allar hliðar fangelsmála, hvað við erum að gera rétt, hvað við erum að gera rangt og hver stefnum við málafloknum. Við ætlum aðeins að halda áfram að ræða eftirfylgni, hvað gerist þegar einstaklingar losna úr afplánun. Kannski það erfiðasta við að losna úr afplánun fyrir fanga er að útvega sér húsnæði, atvinnu og framfærslu einhvers konar. Margir hverjir enda á sófónum hjá vinum eða verða heimilislausir. Við ræddum við Írisi Ósk félagsráðgjafa varðandi heimilislausa fanga í síðasta þætti og nú ætlum við að ræða við Svönu Ósk Rodríguez Svönudóttir. Söru Ósk Rodríguez Svönudóttir, en hún vinnur hjá Vorteymi Reykjavíkurborgar. Sæl, velkomin. Takk. Hvað gerir Vorteymið? Já, Vorteymi er sérst undir deild heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, eða eins og fólk koma fram, og við sinnum heimilislausum sem eru með lögheimili í Reykjavík og þetta er mjög fjölþætt. Við erum margir kannski hafa aldrei með félagsráðgjafa þannig að við aðstofum með tenginguna þar á milli og við aðstöðum í rauninni við tengingar við allar stofnanir sem að einstaklingur þarf aðstoð með, læknaheimsóknir og annað sem að einstaklingur finnst hann þurfa þjónustu við í rauninni. Það er svona einstaklingsbundin áætlun gerð. Já, þannig að þetta er svona vettvangsteymi sem mætir á staðinn þar sem á þeirra stað og það er þó helst smáhúsin eða ekki, eða er það fleiri staðir? Já, bara þar sem þau eru þegar þarf, sko. Við erum á 6 bílum, þannig að við erum vanalega 2 saman í bíl. Já. Og erum alltaf bara með okkar verkefni sem er búið að útdeila eða við erum búin að setja í dagbókina fyrir hvern dag og svo bara fyrir út í daginn með okkar vinnusíma og á bílum og erum bara að sinna það getur verið konukot og það getur verið skjóli sem er dagsæti fyrir konur, það getur verið fangelsinn og heimili fólks, það getur verið bara þessuna út á götu, gistiskýlin og það er bara, við bara mætum fólki það sem það er. 6 bílar, það eru þá 12 manns að vinna? Eða? Við erum, ég heldur séu milli 10 og 12 sem eru í dagvinnu svona fastri og svo erum við með minnir 5 sem eru vaktavinnu. Ok, þannig að það er sólarhringsvakt? Það er ekki komið sólarhringsvakt en það er búið að bæta í núna og við erum sérst með virka daga nema miðvikudag til 8 og svo helgar að sé 10 til 6. Þannig að það er svona allavega á stórum parti en vonandi í framtíðinni. Já, er hver með sitt hlutverk? Hvert er þitt hlutverk? Ertu bara það er allra að gera það sama eða? Já, svipað allavega. Við erum sem sagt, hver í teyminu er kannski tengilegu við ákveðnar stofnanir eins og ég er tengilegu við fangelsinn og fangelsismálastofnun. En svo erum við líka öll að sinna okkar skjólstæðingum og þá kemur einn beiðni og það er farið yfir máli einstaklingsins og svo er fundin tengilegur og það er mismunandi hvernig við skiptum okkur eins og ég er með ákveðið marga tengilið þannig að ég á þekkja mál þeirra einstaklinga hvernig standa umsóknir, vandi húsnæðismál og fjárhagsaðstoð og þannig slíkt og svo er eitthvað annar sem sér sín mál þannig að og svo skiptum okkur meira eins og ég er svona meira í konumálum þótt ég sem er bæði kalla á konur og þannig skiptum okkur þannig að við þekkjum svona okkar skjólstæðingar svolítið vel og búin að ná svolítið góðu trausti. En hvað þetta teymi átt að byggja ákveðna brú á milli skjólstæðinga og stofnana, er það ekki slíkt? Hvernig gengur að byggja þá brú? Gengur mjög vel. Þetta er það er oft kannski að fólk veit ekki hvert á að leita fyrir ýmsum mál eða þá að það hefur mætt fordómum þegar mætir og fengi kannski ekki þjónustu eða ekki réttu þjónustuna og þá erum við tilbúin til leiks að geta aðstofa við það og Vorteymir er orðið þekkt innan flestra stofnana, myndi ég segja, sko sem það er þjóðskrá eða fullt á apótekin, Landspítalann og þannig og já. Við hjá Afstöðu, við vorum með svona hálfgerða atvinnumiðlun tíma og okkar skjólstæðingar hringja stöðu til okkur að leita að vinnu og þetta var orðið svo stórt verkefni á sín tíma að við gátum ekki að halda því áfram. Við sömdum við Vinnumálastofnun að þeir myndu skipa einhverja fulltrúa tengilið sem myndu bara sjá þetta og við vísuðum síðan bara alltaf á þá. Það var 0 árangur. Það var vegna þess að skjólstæðingarnir sem eru búnir að vera í kerfinu, heimilislausir, fangelsum, að þeir
það er ekki auðvelt að fá þá til að fara inn á stofnun Nei. og það er ekki traust þar á milli þannig að árangurinn var 0 og við sáum þetta mjög fljótt og sem er náttúrulega mjög leiðilegt en við höfum verið að reyna að finna einhverja brú þarna líka á milli sko þannig að þetta, ég er mjög ánægður Já. með þetta sko en hvernig, þú varst að tala einmitt líka traustið, hvernig við gengið að byggja upp þetta traust á milli skjólstæðingana og síðan ykkar því að þetta erum við að sjá í öll þessu nýju úrræðum eins og félagsvinir, Rauða krossins og fleiri sko, það tekur svolítið tíma og langan tíma að byggja upp traustið hefur það gengið vel? Það hefur gengið mjög vel en auðvitað er þetta einstaklingsbundir sem eru bara, eða flestir okkar skjólstæðingar hafa lent í ítryggum áföllum og eiga bara mjög erfitt með að tengjast öðru fólki og kannski ekki með neitt tengslanett annað en félagann sem eru líka í neyslu eða inn í fangelsum eða eitthvað slíkt en það tekur auðvitað tíma en þá vanalega förum við svolítið af krafti inn til að byrja með. Við erum svolítið svona að reyna að heyra oft í einstaklingnum, bjóða manneskjuna að hitta þar sem að þau vilja, er eitthvað sem getum aðstoða eins og það var einu sem bara, mér vantar bara mat reddiði og bara ætlaði að testa og það var bara ekkert mál. Við bara komum með mat eða aðrir úr teiminu kom bara með mat og það var bara ok, wow, þið eru í alvörunni til í að sinna mér. Og svo byggir maður ofan á það. Þannig að í byrjun er þetta kannski svona aðeins meira intensiv þjónusta sem við erum að veita til að byggja upp þetta traust og svona læra að kynnast einstaklingum hvaðan þarf og svo reynum við að móta þjónustuna hvort sem það, hversu oft í viku vilt við heyri mig, þarftu að hittast oft og hvað er það sem þú þarft aðstoð með í rauninni, þannig að það hefur gengið mjög vel og sérstaklega mitt eins og núna er þetta náttúrulega þáttur fanga sérstaklega að við höfum alveg fundið það oftast, ekki alltaf náttúrulega, eru þau kannski edrú inni, eða ekki að nota og þá er einmitt oft kjöri tækifæri til þess að koma inn og byrja einhvers konar samstarfa að útskýra hver við erum og svona fá svolítið hvers konar þjónustu myndið þú vilja þegar þú kemur út og hvað getur við hjálpaði með og byggja upp þetta traust á meðan einstaklingun er að afplána. Já, en þið sko eru einstaklingarnir sem þið eru að sinna yfirleitt í neyslu eða? Í flestum tilfellum já, en ekki allir auðvitað og mjög mismunandi sumir eiga eitthvað ákveðin tíma sem þau nota ekki og svo fara aftur í neyslu og svo tilbaka þannig að það er allir gangur án en flestir eru í einhvers konar neyslu. En hver er munurinn á ykkur þá og til dæmis frú Ragnheiði, Rauða krossins? Þið farið ekki alveg í neyslumálin? Sko, við erum alveg með við erum auðvitað að vinna eftir skaðminnkandi hugmyndafræðin líka þannig að við erum með nálabóks og nálaskipta þjónustu eða við erum að veita búnað ef það þarf. En já, við erum náttúrulega hluti af Reykjavíkurborg þannig að við sinnum rauninni eingöngu þeim sem eru með lögheimili í Reykjavík og getum kannski veitt út af því að núna erum við með, þetta er hópur sérfræðingar sem við erum að vinna með og getum kannski veitt dýpri þjónustu til þeirra sem eru í teiminu. En já, eins og ég segi þá, og það er kannski ekki þannig alveg með alla, skilst mér hjá frú Ragni að það er meira að þú kemur í bílinn og jú, það eru auðvitað ykkur eftir, að þjónusta eftir á en það er kannski ekki hægt að þjónusta alla út af þau eru alltaf með svo miklu stærri hóp og þetta er allt sjálfboðaliðar, flestir allavega. En þið eru í góðum samskiptum við þau? Já, við erum í mjög góðum samskiptum. En þú ert ábrótafræðingur? Já. Hvers vegna ábrótafræði? Sko, ég tók bachelor í félagsfræði og lærði þá svona, það var einn áfangi í ábrótafræði og þá varð ég alveg hugfangin að hugtæknu stimplunarkenningin þar sem að þú veist að ef að þú ferð ekki eftir settum reglum eða normi samfélagsins og brýtur upp á við það sem telst eðlilegt að þá ertu stimplaði sem frávik eða afbrotamaður eða eitthvað svoleiðis og fæð kannski ekki tækifæri til þess að koma aftur inn með hreinan skjöld eða þannig að ég gerði bachelorritgerð mína það, bara stimplunarkenninguna og hvaða rannsóknir til það og það kveikti svona ennþá meiri áhuga minn og svo fyrir heppni að þá fann ég þetta glænýja nám í Danmörku, ábrótafræði master sem ég ákvað bara að dempa mér í og var fyrsti árgangurinn í allir Danmörku held ég til þess að útskrifast með master í afbrotafræði. Hvað telur að við getum lært eitthvað að dönum í þessum málum? Sko, já, nú er ég náttúrulega ekki vel að mér í öllu kerfi hvernig allt virkar út í Danmörku en það sem ég las mig til var svona ein hugmyndafræði sem heitir Risk Need Responsivity, RNR. Það sem var talað að þegar einstaklingur á að koma í afplánu þá er svona gert mat
eins og ég segi, nú veit ég ekki hversu vel þetta er gert eða hversu vel er fara eftir sem þetta las ég allan að því ég var í náminu og það er gert mat á einstaklingunum, þú veist, hvað gerði hann af sér og of hverju hann að koma inn, hvaða vandamál eru í kringum einstaklingin og gert er hann svolítið svona endurhæfingar mat og svo einstaklingunum koma inn og þá fær hann viðeigandi aðalega til þess aðstoða með sig með það og tækifæri til þess að koma út áður en afprófun lýkur sem reynir eins og reynslurausn og heldur samt áfram með sín félagságjafa sem heldur áfram að rauninni næra þetta sem að einstaklingur þarf til þess að komast út úr meðferðar og vistunar áætlun í raun og veru sem að tekja úr lögum hér á Íslandi að því að var ekki til peningur fyrir að gera Já, við erum alveg þar þetta er eitt af allra mikilvægasta sem þarf að koma þetta er reyndar samkvæmt félagságjöfum, Fangelsismálastofnunar svona mini-útgáfa að þessu en á okkar áliti alls ekki nóg en hvernig samskipti við Fangelsismálastofnun, hvernig hefur það gengið? Það hefur bara gengið mjög vel ég byrjaði teiminu þarna í 2019, 1. apríl og mitt var svolítið svona að koma á betri tengingu við fangelsin og ég byrjaði aðeins á því en svo fór ég fæðingarorlof þannig að ég kom inn bara tilbaka í fyrra í júlí og þá hafði þetta settið svolítið að hakanum, það var búið að fara í einhverja heimsóknir sem að þá var það alveg skjólstæðingar sem að fólk var lengi búin að vera með og höfðu farið inn í afplánun en ég er svolítið að taka það upp aftur og fór aftur að fund með mitt Írisi og fleirum úr teiminu í febrúar til þess að skerpa á þessu samstarfi og svona við settum svolítið fram hvað við myndum vilja sjá og svo fengum við í rauninni svör af hverju þetta var hægt en ekki hitt og okkur svoleiðis en það er viljin er fyrir hendi sko en það er mitt eins og hefur kannski komið frá það vantar peninga En samskipti við fangelsin sjálf og fangaverði, gengur það vel? Já, það hefur alveg gengið vel það hefur alveg einn og einn verið að hringja og segja bara ég ætla að fara að heimsækja þannan og þá hefur komið eitthvað svona stopp bara mátt þú það þannig að ég er bara búin formlega að senda bara starfsmannalista teymisins og símanúmer þannig að bara þú veist, gerðu svo vel þessir mega koma þegar þið vilja við hringjum bara undan okkur og það var bara tekið vel í það og félagsákjörnir tóku þennan lista og senda á öll fangilsin þannig að það ætti ekki vera vandamál við eigum bara að hringja á leiðinni þessuna og segja bara við ætlum að heimsækja þannig að einstakling er hann í góðu standi og vil hann fá okkur Þetta er einmitt svona nýtt fyrirkomulag hjá Fangelsismálastofnun að það er einmitt að vorteimið og eða Reykjavíkurborg og sveitarfélögin og Afstaða og AA sem er með ákveðin hópar sem sendir í fangelsin og þetta er alveg frábært að þetta sé hægt í dag sko. Og hitta þá á þeirra svæði og fá beint í hvað erum að vera á. Algjörlega. En hvað er það sem að fangar eru helst að glíma við í dag? Ég menna það eru fjárhagsmálin og húsnæðismálin, atvinnumálin, þetta er svona alltaf sömu málin sem að eru vandamál. Fangar eru örugglega sá hópur sem á erfiðast með að útvega sér húsnæði á öllum, geti ég trúa. Þetta eru þessi mál ekki? Er eitthvað annað sem að... Jú, þetta eru þessi mál og svo þetta tengslaró sem hefur verið. Hjá föngum og með heimilislausum yfir höfuð sem eru í neyslu við fjölskyldu og nána aðstandendur að það er svolítið erfitt að koma út og ef þið vilja hefja þetta hið nýja líf og halda sig frá vímuefnum og reyna að komast aftur inn í á vinnumarkaðin og svoleiðis að það er bara svolítið erfitt fordómar eru til staðar og fjölskyldan kannski á nálum bara eigum að þora að hefja þessi tengsl aftur og hefja samband aftur. Það er líka sem að hefur svolítið erfitt allan í rannsóknin hjá mér ef við triðin að þetta tengslar og sem verður sem að þeim finnst svo mikilvægt að halda. Einhvers konar, að ég veit að mamma er við hliðina á mér sama hvað eða mitt kærasta eða kærasti eða hvað sem er mitt einhver fjölskyldumeðlimur. Já, fólk slítur oft tengslin í neyslu úti og í ábrotum og síðan þegar það er komið inn í fangelsi að þá byrja að reyna að byggja upp áttur og eru kannski oft í meira sambandi en nokkuð tíman í fangelsinu sko, þannig að það er og þetta er náttúrulega hluti af því sem við teljum að sé einn mikilvægasti liðurinn í endurhæfingu að það er að styrking fjölskyldubanda því miður hefur að verið þannig að það er okkur finnst eins og lokuðu fangelsin séu byggð svolítið upp þannig á reglum að þau gera allt til að slíta þau sko. Og þeim er rosalega slæmt en við erum að vinna í þessu alla daga það er
varandi heimsóknarmál og fólk fær bara komið glerheimsóknir og börn, Já, ég skil. fólk vill ekki koma með börn í heimsókn, þetta eru mjög erfið mál sko, Já. og tekur langa tíma. En hvað mér langaði að spyrja þig, lágþröskulda þjónusta, Já. hvað er það? Það er rauninni bara, það segir sér smá í orðinu að það er svo oft í svo mörgum kerfum í samfélaginu að það er ákveðin þröskuldur sem þarf að ná að komast yfir til þess að þú eigir rétt á ákveðin þjónustu. Þú veist, eins og ef þú ætlar að fá húsnæði í hinu almenna að þá þarf að vera edrú í 6 mánuði. Þú þarf að gera hitt og þetta. En hjá okkur í vorteiminu þá mætum við bara einstaklingum það sem það er. Við erum ekki að gera neina kröfur. Við erum bara, þú veist, þarna ertu á þessum stað og bara hvað getum við gert fyrir þig til þess að auðvelda þig lífið. Og það er rauninni lágþröskulda þjónusta. Við erum bara að mæta einstaklingum það sem er á þess að gefa kröfu eitthvað að hann verða að uppfylla eitthvað til þess að eiga rétt á okkur. Fyrir utan alltaf lögheimili Reykjavík. En hver er skilgreiningin á notendum vor? Það rauninni einmitt heimilislausir já. með miklar og flóknar þjónustu. Það er vanalega þetta einmitt fólk sem er búið að glíma við heimilisleysi í mislangan tíma og það er víst alveg einhver runa hver skilgreiningin á mismunandi heimilisleysi er, þú veist, óöruggar aðstæður og eitthvað svoleiðis, einmitt sófi heimi á vini og annað slíkt og langa oftast er þetta vímuefna og eða geðræn vandi með. Eru þið mikið í fangelsum sjálf? Farið þið mikið þangað? Sko, það er náttúrulega, COVID er búið að henda okkur svolítið út. En aðalega hefur verið á Hólmsheiði, mútið því að það er stutt frá, það er auðvelt að skjótast og það hefur verið minna það að fara Litlahraun og önnur fangelsi, en við erum svolítið að taka þessu föstu tökum núna og planið bara svona næstu vikum að ég og Íris og mögulega einhver annar á teiminu, við förum bara mynd eins og á Litlahraun og tökum bara raununa af þeim sem eru skráðir í þjónustu hjá okkur og bara aðeins að skerpa á þessum tengslum, bara hefur áhuga að vera áfram, við vorum skráðir hjá okkur og þetta gerum við og hvað myndir vilja, viltu fá hringingu vikulega eða oftar eða þarftu heimsóknir og eitthvað svoleiðis, þannig að það er á planinu að skerpa á þessu öllu. Já, en hvernig standa fangar í dag meðan við fyrir 2 árum eða fyrir COVID? Hefur það breyst eitthvað? Sko það er erfitt að segja því að við hófum í rauninu bara svona fyrir alvöru þetta að tengjast föngum bara fyrir 2 árum, þannig að ég veit í rauninu ekki hvernig staðan var út frá vorteiminu og svoleiðis fyrir 2 árum versus núna, en auðvitað myndi ég halda að það var ekkert beint góð stað að vera lokaðir inni og mega ekki fá heimsóknir sama frá hvernig það er og það auðvitað einangrast fólk ennþá meira og andlega hliðin er kannski ekkert alveg í besta jafnvæginu þegar það gerist, myndi ég halda. Þegar við kvartar svolítið yfir því að fá ekki upplýsingar eða erfitt að veita upplýsingar og í mars í fyrra þá voru ykkur 12 einstaklingar í áplánun sem þið voru að sinna. Já. Hefur þetta eitthvað breyst eða er verið að gera einhverja reglur saman við þetta, veistu það? Sko, fyrst var þetta vesenið með þetta út af persónuverndarlögum, en svo fann lögfræðingur hjá Reykjavíkurborg svona einhverja litla klausu þar sem að stendur þetta ef að 2 stofnanir eða fleiri vinna að velferð sama einstaklingi sem það má veita upplýsingar. En svo fórum við að fund með fangelsismálastofnuninni í febrúar og það er bara svolítið erfitt. Ég myndi segja að þetta væri bara vöntun á peningum báðu megin, bæði að fjölga í vorteiminu og líka að fjölga endurhæfingarprógramum með félagsráðgjöfum í fangelsum, af því eins og ég skildi þetta þegar ég fór að funda þá eru þau ekki að hafa mjög mikil afskipti af þeim sem eru inni minna en 12 mánuði, eins og ég skildi það allavega ekki mjög fast. Þannig að þær kannski hafa ekkert endilega þekkingun á því hvort að einstaklingur sé í vorteiminu yfir höfuð eða ekki. Og svo kemur geðheilsuteymið inn og þau eru kannski sinna einstaklingur sem þær eru ekki sinna og þar verður kannski eitthvað upplýsingaflæði sem gerist ekki og svo allt í einu hringi lögfræðingur og bara ég náði þér út á föstudegi og við fáum náttúrulega ekkert að vita út því að síðast við heyrðum voru máli í kerfinu eða átti ekki að koma út strax og manneskjan er kannski bara einum helgin og við heyrum að því viku seinna, þannig að tregin liggur náttúrulega að það vantar náttúrulega bara fjármagn báðum megin svo hægt sé að sinna þessu rétt. Já, hvað er eitthvað sem að þú myndi vilja sjá frekari breytingar á? Já, ertu að meina þá í fangelsismálum eða í vorteiminu? Já, bara bæði. Já, þú veist, ég vil alltaf bara sjá betra fjármagn og húsnæði fyrir vorteimi sem að við getum tekið á móti fólki og það getur labbað inn á þess að finna fyrir eitthvað svona fordóm eins og staðin núna erum við heimilislaus sem teimi
og og það engin staðsning sem við getum tekið við einstaklingum í kaffi en eitt bara, hoppa upp bíl og það myndi ég vilja sjá breytast og fjölga í teimina því að eins og staðinu núna biðlist að komast inn í teimið og við getum bara ekki sinnt þeim fjölda, við erum milli 10 og 15 í teiminu og við erum að sinna yfir 160 manns orðið núna, mismikið auðvitað, þannig að það vantar klárlega. Eru smáhúsin, þetta gott úrræði? Ertu að meina þá upp í... Bara fyrir þetta fólk? Það getur alveg verið það. Já. Það en alveg með smáhúsin eða, hið almenna, þessar stöku íbúðir sem er að sinna að við þurfum svolítið að meta hverjir passa hvar, út af því að sumir vilja eiga bara enga samleið með nágrönnum í stigagangi og bara funkar ekki í þannig, við erum bara mjög mismunandi og þá myndir svona hús henta mjög vel að geta bara fengið að vera í friði með sitt, ekki, möguleiki á rifrildum við nágranna á efri hæðinni, en sumir pluma sig miklu betur á stigagangi. Þannig ég held að sé bara allur gangur á og algjörlega ef að þjónustan byggð þannig utan einstaklinga þá ætti hann alveg að geta verið þar. Þetta hefur heppnast, þetta úrræði þegar ekki. Ég meina það er náttúrulega verið að gagnrýna þetta svolítið. Já. Það vill engi fá til sitt hverfi einhvern veginn. Nei, en svo, já. En vilja fá til næsta hverfi. Já. En þetta hefur heppnast, þetta ekki. Ég meina það er... Ég meina við erum að sinna fullt af fólki í búsetu og það gengur bara mjög vel. Já. Finnst þér gaman að vera í vorteiminu? Finnst það yndislegt. Finnst það, þetta var alveg draumastarf, sko. Mitt draumastarf var einhvers konar endurhæfingar, mitt skaðaminkunar úrræði og ég sá vorteima bara, ég vissi ekki af þessu en þarna var ég alveg til að vera. Já. Ég held ég myndi mitt fara í einhvers konar starf meira tengt einungis föngum en þetta er algjörlega að gefa, sko. Ég vissi að þú hafði mikinn áhuga á þessu því þú hafði stundur sendt mér posta, sko. Já, það var þegar ég var í öðru starfi mér bara, við líka sækjum þannig að styrkja hérna. Það er frábært. Sara Ósk, afbrotafræðingur hjá vorteiminu. Takk kærlega fyrir að koma. Gaman að spjalla við þig. Takk fyrir að fá mig. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti.